Já, ég er þetta heldur að það veita áfram. Það er svona seikið bort. Okay. What do you think you're doing? Yes. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 13. maí árið 2025 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1413 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir á þennan fund. Það Einar Brandsson, Ragnar Þýr Sæmundsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Lífásir Skarstað, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Valgarður L. Jónsson, sem hér talar og forseti bæjarstjórnar og varabæjarfulltrúi Ragnheiður Helgadóttir sem situr fundinn í fjarveru Lífar Lárusdóttir. Þá situr fundinn bæjarstjóri Haraldur Benediktsson og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs sem sér að rita fundargerð. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og áður en að við förum í fyrsta dagskrárlið sem ásetningur Akraneskaupstaðar 2024 A-hluti, þá legg ég hér með fram þá tillögu að dagskrárliðir númer 1, 2 og 3 verði ræddir saman undir dagskrárlið 1 sem gerð verði grein fyrir umræðinni við bókun undir dagskrárlið 1 og hvert og eitt mál verði síðan eðli máls samkvæmt afgreitt sérstaklega undir viðeigandi dagskrárlið. Ég vil samþykkja þessa tilhögun mála, gjörðu svo að gefa merki. Það eru allir samþykkir því. Og þá förum við í dagskrárliði 1, 2 og 3. Dagskrárliði 1, málsnúmer 2502, 248, ásetningur Akraneskaupstaðar 2024 A-hluti. Síðari umræða bæjarstjórnar ásetning Akraneskaupstaðar vegna A-hluta en fyrri umræða fór fram 22. apríl síðastliðinn. Dagskrárliður númer 2, málsnúmer 2502, 247, ásetningur Akraneskaupstaðar B-hluti og einnig hér að ræða síðari umræðu og dagskrárliður númer 3, málsnúmer 2502, 246, ásetningur Akraneskaupstaðar 2024 samstæða og einnig hér að ræða síðari umræðu bæjarstjórnar samstæðu ásetning Akraneskaupstaðar. Og áður en að við höldum lengra þá ætla ég að víkja úr sæti forseta sem að ég taka sjálfur þátt í umræðum undir þessum lið. Við varaforseta Einar Brandsson að leysa mig af hér. Já, við ræðum ársreikningana og orðið laust og forseti vor hefur
beðið orðið, þannig að við gefum honum framsöguna. Valgarður L. Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við ræðum hér ásetning Akraneskaupstaðar fyrir fjárhagsárið 2024. Við erum komin í síðari umræðu og eins og fram kom við fyrri umræðu hér í bæjarstjórn, í kynningu bæjarstjóra þá og í máli bæjarfulltrúa, að þá erum við réttu megin við núllið. Það er ekki mikill rekstrarafgangur á árinu 2024, en erum þó fyrir ofan 0. Við erum ekki í tapi. Og við skulum hafa það hugfast að eftir fordæmalaust fjárfestingaskeið, þar sem eignasafn bæjarins var tvöfaldað á örfáum árum, eftir að hafa fjárfest fyrir á 12 milljarð, en fengi bara 4 þeirra að láni, og eftir að væntingar veigamikla tekjustofna brugðust á síðasta ári, þá erum við samt ekki í tapi eftir árið. Ef við hefðum til dæmis fengið sæmilega loðnuvertíð á árinu, eðlilega hvalvertíð síðasta sumar, og ef eitt mikilvægasta fyrirtæki bæjarins hefði ekki farið í gjaldþrot á síðasta ári, bara þetta þrennt hefði öllu líkindum gefið okkur 200-300 milljóna rekstrarafgang eftir árið. En við erum samt ekki í tapi. Og það út af fyrir sig fagnaðarefni, segir sína sögu það að staða kaupstaðarins var sterk þegar lagt var af stað í þá vegferð uppbyggingar sem að staðið hefur síðustu ár. Og þá skulum við ekki gleyma því að þau verkefni sem við höfum fengið í fangið og hafa snúið meðal annars að loftgæðum í mannvirkjum okkar, höfum við bara tekið þegar þau koma og við höfum leyst þau af fullum krafti. Það hefur verið farið beint í úttekt, þar hefur verið vandað til verka og gert almennilega. Leið og skýrsla best eftir úttekt, þá haldinn fundur með öllum. Þannig að allir fá upplýsingar, allir hlutaðeigandi, ef ræða skólahúsnæði, öllum foreldrum boðið að mæta á fundi. Engir feluleikir, það allt upp á borðum. Viðgerðir hafa verið áætlaðar og hafist handa leið og planið klárt. Þetta hefur að sjálfsögðu kostað okkur peninga. Það var aldrei á fjárhagsáætlun að íþróttahúsið við Vesturgötu væri ónothæft. Og nauðsynlegt að ráðast í dýrar framkvæmdir til að koma því í lag. En við gerðum það samt og við hikuðum ekki við það. Verkefnið framundan engu að síður ljóst. Fjárhagsstaða bæjarins orðin þung. Við skilum ekki góðum rekstrarafgangi á árinu 2024. Við höfum gengið mikið á eigið fé, handbært fé kaupstaðarins, og það staðan í dag svo að lausa fé orðið mjög lítið og hrekkur ekki alltaf til að standa undir reglulegum útgjöldum, og við höfum þurft að auka yfirdráttarheimild bæjarins til þess að geta staðið undir þeim. Og þetta ekki góð staða, þetta erfið staða. Og þetta kallar á það að það verður að bregðast við og það verður að fara í hagræðingaraðgerðir. Bæjarfulltrúar hafa hér fengið í hendur bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar sem við leggjum hér fram við síðari umræðu ársreikning Akraneskaupstaðar 2024, og ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa upp þessa bókun. Bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar við síðari umræðu ársreikning Akraneskaupstaðar 2024.
Á undanförnum árum hefur Akraneskaupstaður framkvæmt og fjárfest fyrir á 12 milljarð króna og með því tvöfaldað eignasafn sitt á örskömmum tíma. Til að fjármagna þessar framkvæmdir hafa rúmir 4 milljarðar króna verið teknir að láni. Að öðru leyti hefur kaupstaðurinn átt fyrir öllum þessum fjárfestingum sem ekkert minna en glæsileg frammistaða. Ásetningur Akraneskaupstaðar fyrir árið 2024 sýnir greinilega að við erum að koma út úr þessu mikla fjárfestingaskeiði og eðlilega hefur rekstur bæjarsjóðs þyngst. Skuldir hafa aukist, launakostnaður hækkað og að auki hafa væntingar auknar tekjur kaupstaðarins ekki gengið eftir. Þar helst að ræða að sala á byggingarrétti á lóðum hefur gengið hægar en vonust stóð til, en þar að auki endurspegla auknar skatttekjur frá íbúum ekki þá fjölgun íbúa sem þó hefur orðið. En þótt skuldir hafi vaxið og væntingar tekjur brugðist, þá lýkur bæjarsjóður Akraneskaupstaðar fjárhagsárinu 2024 réttu megin við núllið. Þó rekstrarafgangur sé vissulega ekki mikill. Við bæjarstjórn og stjórnendur kaupstaðarins blasir þó það verkefni að hagræða þarf í rekstri. Handbært fé hefur minnkað hratt síðustu ár og nú svo komið að lausafé orðið mjög lítið og hrekkur ekki alltaf til að standa undir reglulegum útgjöldum. Úrbóta þörf og þörfin brýn. Til að hagræða í rekstri kaupstaðarins leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar fram eftirfarandi tillögur. 1. Farið verði vandlega yfir greiðslur vegna yfirvinnu starfsmanna með það að markmið að greina hvort draga megi úr kostnaði vegna þeirra. 2. Dregið verði úr kostnaði vegna aðkeyptrar þjónustu þvert á svið, þannig að kostnaðurinn verði að minnsta kosti 10% innan fjárhagsáætlunar ársins 2025. Þarna erum við að gera aðhaldskröfu sem flöt yfir öll svið og snýr að því að við drögum úr því að kaupa að þjónustu og auðvitað á síðan eftir að útfæra það síðan á hverju sviði fyrir sig. 3. Reiknilíkön leikskóla og grunnskóla verði yfirfarin og borin saman við sambærilega þjónustu annarra sveitarfélaga. Þessi vinna hafin og þegar í vinnslu. 4. Endurráðningar í stjórnsýslu og þeirri þjónustu þar sem ekki liggja reiknilíkun að baki þurfa samþykki bæjarráðs. Þetta nú þegar í gangi. Bæjarráð búið að setja í gang ráðningarnefnd og ráðningarnefnd starfa samkvæmt þessu fyrirkomulagi nú þegar. Það þýðir einfaldlega að þótt starfsmaður hætti, þá ekki sjálfgefið að strax verði ráðinn annar í staðinn. Heldur skoðum við alltaf hvort tækifæri séu til að vinna sömu verkefnin á hagkvæmari hátt. 5. Farið verði yfir orkunotkun stofnana og til dæmis vegna götulýsingar og tækifæri grein til sparnaðar meðal annars með LED-væðingu. Þarna vitum við að við erum langt komin. LED-væðing götulýsingar langt komin. Ég held samt að ég allavega sem bæjarfulltrúi ekki viss hversu langt við erum komin, hversu mikið eftir. Og við þurfum bara að fá þessa yfirsýn, fá sparnaðartölunar hingað til og greina hvort enn leynist tækifæri til að gera enn betur, til dæmis inn á stofnunum okkar. Númer 6. Eignir í eigu kaupstaðarins sem ekki eru nýttar undir starfsemi á hans vegum verði seldar. Hér bæði átt við húsnæði og land, svo sem þann hluta Akrakotslands sem ekki verður nýttur undir framtíðarstækkun íbúðabyggðar á Akranesi. En eins og bæjarfulltrúar þekkja þá Akrakotslandið tvískipt í rauninni. Það hlutinn sem liggur upp frá meðfram golfvellinum og við horfum til þess hluta sem íbúðabyggðar fyrir Akraneskaupstað í framtíðinni. En að minnstu kosti íbúðabyggðar til viðbótar við þéttbýlið á Akranesi, svo við gætum orð okkar hérna. Hins vegar minni bútur sem liggur fyrir neðan þjóðveg
niðri við sjó og sá hluti Akrakotslands ekki inn í plönum Akraneskaupstaðar til stækkunar, þannig að þann hluta getum við selt eða minnstakosti kannað hvers virði hann er. Aðrar eignir sem við getum selt eru til dæmis ýmis hús sem að bærinn á og ekki með starfsemi í. Við reyndum auðvitað að selja Landsbankahúsið og búa til svona ákveðin pakka úr því, en og þurfum bara að halda áfram þessum pælingum að hvernig við getum komið eignum okkar í verð. En nú ég var að lesa hérna bókun og komin að númer 7. Lokið verði við úttekt KPMG á helstu rekstrarþáttum og velferðar- og mannréttindasviði og hún nýtt til að greina tækifæri til hagræðingar. Í framhaldinu verði sams konar úttektir framkvæmdar á fleiri sviðum. Þessi úttekt á velferðar- og mannréttindasviði er í gangi. Við erum búin að fá niðurstöðu eða svona fyrstu drög að einhverjum niðurstöðum varðandi hluta af þessum rekstri. En til þess að geta sparað þá nauðsynlegt að við höfum yfirsýn og skiljum reksturinn og skiljum stöðuna. Og til þess eru úttektir af þessu tagi mjög góð verkfæri í þágu okkar bæjarfulltrúa. Númer 8. Gerð verði rýning á samningum og leyfisgjöldum með það að markmiði að draga úr aðkeyptri þjónustu og öðrum kostnaði. Vinna hafin hjá fjármáladeild við þetta, hefur verið undirbúið í bæjarráði og svona vinna snýst að velta við öllum steinum og leita að mólum. Og til að ljúka lestri bókunarinnar þá hljóða niðurlag hennar svo. Þessar 8 tillögur til hagræðingar í rekstri Akraneskaupstaðar leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hér með fram til umræðu og eftirfylgni. Við lýsum því jafnframt yfir að við erum opin fyrir öllum góðum ábendingum og tillögum það sem betur mætti fara í rekstri kaupstaðarins og meðal annars tilbúin að skoða leiðir til að auglýsa eftir tillögum beint frá íbúum á Akranesi. Samheldni og samhugur eru lykilatriði til að verkefni eins og hagræðing í rekstri heils bæjarfélags gangi vel. Að við öll, kjörnir fulltrúar, sem og allt starfsfólk bæjarins stefnum einhuga í sömu átt með það að markmiði að styrkja fjárhagsstöðu bæjarsjóðs svo að Akranesi getum við haldið áfram að byggja upp innviði og þjónustu í hæsta gæðaflokki. Og hér lýkur bókun. Við leggjum þessar hugmyndir og tillögur hér með fram og eins og framkom í máli mínu að þá margt af þessu nú þegar í gangi og hefur átt upptök sín hjá bæjarráði mikið til og hjá öðrum ráðum bæjarins. En hér þetta tekið saman og sumt sem í gangi og annað sem kannski nýtt. Í framhaldi af ásetningnum sem hér til umræðu og þeirra upplýsingar sem við fengum á milli umræðina meðal annars frá endurskoðanda að þá augljóst að það eru rekstrarþættir í ásetningi Akraneskaupstaðar sem við þurfum að skoða og skilja betur og væri eðlilegt að bæjarráð færi í það að skoða til dæmis rekstrargjöld og þróun þeirra sem eru 25% yfir áætlun og ekkert einhvern veginn við fyrstu sýn að minnsta kosti lítur ekki út fyrir að sú þróun sé að stoppa. En þetta verður að stoppa. Við verðum að finna leiðir til að stoppa þarna frekari hækkun á bara almennu rekstrargjöldum kaupstaðarins. Styrkir og framlög annar rekstrarþáttur
annar gjaldaþáttur sem við þurfum að skoða og skilja betur hvað skýrir þá aukningu sem varð á þessum útgjaldalið á síðasta ári og þarna þurfum við að rýna allt, meðal annars hvaða tekjur við erum þá að fá á móti vegna þess að mörgu leyti þetta þannig verkefni að Akraneskaupstaður er að greiða út styrki og framlög en fær tekjur fyrir þeim annars staðar á móti. Að auki vil ég nefna það að við teljum mikilvægt að fara að þeim ráðleggingum sem við fengum með í umræðum okkar á milli umræðna varðandi það að bæjarráð haldi gátlista yfir þær aðgerðir sem að farið er í tengslum við mánaðaryfirlit og árshlutayfirlit sem að lögð eru fram reglulega í bæjarráði. Mánaðaryfirlitin og árshlutayfirlitin eiga að vera okkar verkfæri til þess að fylgjast með þróuninni í rekstri bæjarins eins nákvæmlega og við mögulega getum og leið og það kvikna rauð ljós í þessari yfirferð að þá verður bæjarráð að óska eftir eða grípa til aðgerða. Lífeyrisskuldbinding síðan málefni sem að hefur verið rætt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar frá því að ég byrjaði og frá því löngu áður en ég byrjaði sem bæjarfulltrúi. Eins og bæjarstjórnin okkar hefur oft orðað að þá er þetta eitt af einkennum gamalla sveitarfélaga. Að sitja uppi með í rauninni þungar byrðar sem að urðu einhvern veginn til í fortíðinni og fylgja okkur svo áfram. Akraneskaupstaður er gamalt sveitarfélag, hefur rekið í gegnum tíðina stór og öflug fyrirtæki og verið með margt fólk í vinnu. Þannig að lífeyrisskuldbinding okkar er orðin gríðarlega stór og við erum auðvitað ósátt við þann gang mála að hafa greitt stórar upphæðir inn á okkar lífeyrisskuldbindingar en aðrir launagreiðendur í sömu lífeyrissjóðum sitja í skjóli frá okkur. Þeirra endurgreiðsluhlutfall lækkar vegna inngreiðslnanna sem að við höfum innt af hendi. Þetta er málefni sem að staða sem að við getum ekki sætt okkur í. Það verður að gera eitthvað í þessu. Fleira ætla ég ekki að nefna hér í minni yfirferð. Við leggjum þessar tillögur fram og vonumst til þess að eiga gott og farsælt samstarf með bæjarfulltrúi Framsóknar við að stíga þau skref sem að þarf að gera til þess að rétta rekstur Akraneskaupstaðar af og erum að sjálfsögðu opin fyrir öllum tillögum sem að þau hafa fram að færa til viðbótar við það sem að hér hefur verið sagt. Herra forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Þá hefur Valgarður Lyngdal Jónsson forseti lokið máli sínu og við ræðum hér reikninga Akraneskaupstaðar og orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Líf Ósa Skarstad sem fær orðið, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri.
Við í Framsókn og Frjálsum höfum miklar áhyggjur af þróun reksturs Akraneskaupstaðar og það sem ársreikningurinn fyrir árið 2024 sýnir okkur. Virðulegur forseti, Valgarður Lyngdal Jónsson las hér upp bókun meirihluta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Það er vel farið yfir þær áskoranir sem við höfum staðið fyrir síðustu ár og í henni er reynt eftir megni að skýra þá erfiðu stöðu sem við nú erum í. Fyrir okkur í Framsókn og Frjálsum þetta því miður ekki nýjar fréttir, heldur endurspeglar þetta það sem við höfum ítrekað bent á síðastliðin ár. Er ekki alltaf auðvelt að horfast í augu við stöðuna eins og hún er, en það er samt sem áður okkur skylda sem kjörnir fulltrúar. Þrátt fyrir þessi orð mín vil ég enn og aftur leggja áherslu á að við stöndum ekki hér í þeim tilgangi að kenna einhverjum með að grafa skurði. Tilgangur okkar er og hefur alltaf verið að bjóða fram okkar aðstoð svo meiri og minnihluti getur unnið saman að raunverulegum umbótum í rekstri bæjarins. Þær tillögur sem meirihluti lagði hér fram eru að mörgu leyti mjög góðar og áhugaverðar og vel hægt að vinna þær áfram. Ég hlakka til að sjá hverju þessar tillögur mun skila okkur. Mig langar að hvetja meirihlutann til þess að bjóða okkur í minnihlutanum að taka þátt í þessari vinnu saman getum við svo miklu meira. Það er auðvelt að vera ósammála leiðina en við megum samt sem áður ekki vera ósammála markmið sem á alltaf að vera heilbrigður rekstur sem tryggir góða þjónustu við íbúa. Við í Framsókn og Frjálsum skorumst ekki undan ábyrgð. Við viljum vera virkir þáttakendur í lausnum og í samvinnu. Að lokum vil ég því minna okkur öll á að í grunninn viljum við það sama, að Akranes sé bær í jafnvægi með traustan grunn til framtíðar. Það næst aðeins með samstöðu, gagnsæi og ábyrgri ákvarðanatöku. Takk. Bæjarfulltrúinn Líf Ósk Skarðstad hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Við ræðum ársreikningana og það er bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Það ganga. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áhlýða. Ég kem mér upp og les bókun bæjarfulltrúa Framsóknar og Frjálsa við ársreikning Akraneskaupstaðar 2024. Ársreikningur Akraneskaupstaðar fyrir árið 2024 sýnir 4,5 milljóna króna afgang af samstæðureikningi. Þessi niðurstaða verður að teljast ófullnægjandi þegar hún er sett í samhengi við fyrri rekstrár og þau sveitarfélög sem við gjarnan berum okkur saman við. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsa hafa ítrekað lýst yfir áhyggjum yfir því hvernig rekstur bæjarsjóðs hefur þróast til verri vegar á þessu kjörtímabili. Ljóst er að án einskiptistekna, svo sem arðgreiðslna frá Orkuveitunni og Faxaflóhöfnum sem námu alls 342 milljónum króna á árinu 2024 væri rekstrarafkoman verulega neikvæð. Ef þær tekjur hefði ekki verið fyrir hendi má efast greiðslugetu bæjarsjóðs og þar með sjálfbærni rekstursins. Til að standa undir fjárhagsáætlun ársins 2025 er nauðsynlegt að auka framlegð úr rekstri að minnsta kosti 700 milljónir. Gert var ráð fyrir hagræðingu í fjárhagsáætlun ársins 2024 sem því miður urðu að engu í meðferðum meirihluta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Einnig má nefna að ekki var gripið til markvissra aðgerða til að sporna við auknum útgjöldum í rekstri og sérstaklega glögglega í ársreikningi sem liggur hér til samþykktar. Rekstrarkostnaður heldur áfram að hækka umfram tekjur og ber þar að nefna annan rekstrarkostnað sem hækkar 940 milljónir frá upphaflegri áætlun eða 30%. Þar af fóru 850 milljónir króna umfram heimildir ársins 2024. Án þess að viðaukar væru lagðir fram eða samþykktir. Slíkt verklag er í andstöðu við lög og reglur fjármál sveitarfélaganna sem okkur ber að framfylgja og felur sig alvarleg frávik frá meginreglum gegnsæi og ábyrga fjármálastjórnun. Fjárhagsáætlun er ekki einungis leiðbeinandi plagg. Hún er lagaleg og rekstrarleg stoð reksturs sveitarfélagsins og breytingar á henni verða að fara í gegnum viðeigandi ferla. Þá hefur ítrekað verið bent á óvissu og óskýrar forsendur fjárhagsáætlunar 25 gefið tilefni til að ætla og útgjöld muni áfram aukast, þrátt fyrir markmið lækkun rekstrarkostnaðar.
Framsókn og frjálsir hafa áréttað þessa þróun og kallað eftir viðbrögðum meirihlutans. Við sem bæjarfulltrúar berum lagalega og siðferðislega skyldu til að gæta hagsmuna sveitarfélagsins og standa vörð gegnsæi, ábyrgð og faglega stjórnsýslu. Við hjá Framsókn og frjálsum skorumst ekki undan þeirri ábyrgð. Bæjarfulltrúar Framsóknar og frjálsa lýsa ánægju með að fjárhagsleg markmið bæjarsjóðs hafi loksins verið samþykkt. Hins vegar voru það mikil vonbrigði að það hefði tekið 34 mánuði að núverandi kjörtímabili að ljúka þeirri vinnu. Þrátt fyrir að KPMG hafi skilað úttekt á rekstri og stjórnsýslu Akraneskaupstaðar í aðdraganda síðustu sveitarstjórnarkosninga árið 2022 og að vinna hafi verið langt komin áður en núverandi meirihluti tók við. Ljóst að svigrúm til fjárfestinga verður mjög takmarkað næstu ár. Til að bregðast við lausafjárvanda hefur þurft að skera niður fjárheimildir til skipulags- og umhverfismála, meðal annars viðhald gatna og frestun stærri innviðaverkefna. Nú eru liðnir 5 mánuðir á árinu 2025 og hafi ekki verið skilgreindir árangursríkar aðgerðir til að ná fram lækkun rekstrarkostnaðar. Nú tíminn. Við viljum ekki sitja hér árið liðnu í sömu eða verri sporum með þá vitneskju að lítið hafi verið gert. Stillum okkur saman og skorumst ekki undan þeirri ábyrgð sem okkur hefur verið falin, samfélaginu til heilla. Undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Framsóknar og frjálsa, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Assa Skarstað, Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson lokið máli sínu og orðið laust ef einhver. Það bæjarfulltrúinn og forseti vor Valgarður Líndal Jónsson sem fær orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp fyrir þeirra yfirlýsingar vilja til samstarfs og samstöðu og eins og sagði í bókuninni sem ég las hér áðan að þá það þannig sem að við vinnum verkið. Við erum sammála verkið sem þarf að vinna, við erum sammála markmiðin sem við þurfum að ná og á því eigum við að byggja og halda áfram að því marki að við lagfærum rekstur bæjarsjóðs þannig að yfirstandandi ár komi betur út heldur en það síðasta gerði og svo framvegis. Ég verð hins vegar að fá að benda á það að við höfum ekki séð hér í bæjarstjórn beinharða tillögur frá minnihlutanum sparnaðaraðgerðir eða aðgerðir til hagræðingar í rekstri og vil bara ítreka það að við erum opin fyrir öllum hugmyndum, öllum tillögum sem að við hugsanlega getum gripið til og auðvitað höfum við unnið saman í bæjarráðinu, við 3 sem sitjum þar og hluti þeirra aðgerða sem hefur gripið til þar eru í þessum lista sem eru í bókun meirihlutans. Það ekki vegna þess að við séum að reyna að slá okkar eign á það, við vildum bara taka þetta saman í þessar skýrt orðuðu tillögur, reyndum að minnsta kosti að hafa þær eins skýrt orðaðar og mögulegt er. Þannig að við værum með á einu stað yfirlit yfir það sem við erum byrjuð að gera og tillögur það sem við getum haldið áfram að gera. En við erum tilbúin til að hlusta á allar góðar hugmyndir og hafi bæjarfulltrúa Framsóknar og frjálsra bara tillögur einstök skref, einstakar aðgerðir sem við getum hrint af stað og gripið til, þá viljum við endilega fá að heyra af þeim. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Valgarður Líndal Jónsson
hefur lokið máli sínu og orðið laust reikninga Akraneskaupstaðar. Og það bæjarfulltrúinn Líf Ósar Skarstad sem fær orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar Aris sem á okkur hlýða. Forseti Valgarður Lyngdal kom hér upp rétt áðan og sagði að við í Framsókn frjálsum hefði ekki komið neinar ábendingar. Það er vissulega rétt að það hefur kannski ekki verið settur beint miði og sagt okkar tillögur, en aftur á móti að þá náttúrulega hefur farið fram mikil vinna inn í öllum þeim ráðum sem við setjum í. Og ég myndi nú bara telja að allavega fyrir mitt leyti hefur verið mjög gott samstarf inn í skóla- og frístundaráði og mikil umræða hagræðingar og annað, þó svo að það hefur kannski ekki, eins og ég segi, talað með þessum stimpli en þá er svo vinna vissulega í gangi og ég gerir ráð fyrir því að svo sé einnig í skipulags- og umhverfisráði og í bæjarráði þar sem að félagar mínir sitja. Þessar tillögur sem komu hérna fram áðan í bókun Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, eins og ég sagði áðan, mjög góðar tillögur. Ég hef bara viljað að við myndum bæta við þessar tillögur. Ég til dæmis hef ítrekað bent á eins og með yfirvinnu starfsmanna hérna í bænum, ég hef stórar áhyggjur af því. Við þurfum að bregðast þar hratt við, bæði til þess að minnka kostnað og líka bara til þess að hugsa starfsfólki okkar. Því þar erum við svo sannarlega á bara hættusvæði. Og það er bara aðgerðir sem við þurfum að grípa til, bara ekki fyrr en seinna, sko. Því að þar erum við í stórkostlegum vandræðum ef við förum að missa út fleira og fleira starfsfólk. Og ég hef líka verið talsmaður þess að horfa á fleiri hluti heldur bara flatan niðurskurð. Við þurfum að horfa á alls konar aðgerðir í hagræðingu hjá bænum, ekki bara flatan niðurskurð út allt. Heldur, það er svo miklu meira sem við getum gert. Og ég held að það væri bara einna besta að við myndum halda bara einhvern tímann bara vinnufund bæjarstjórnar, skilur, og sviðsstjóra eða eitthvað. Þar sem við gætum bara kasta fram hugmyndum og komið með einhverjar hugmyndir sem við gætum kasta okkar á milli. Því ég held við séum öll hafsjóra af fróðleikum hitt og þetta og við getum alveg fundið okkur tíma til þess að vinna saman í þessu. Þannig að ég vildi bara koma því svona áleiðis. Takk. Bæjarfulltrúinn Líf Ósar Skarstad hefur lokið máli sínu og orðið enn laust ef einhver vill tjá sig meira ásetningana og það er bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar Aris sem á hlýða. Ég vil kannski bara taka boltan hérna áfram frá þessum bæjarfulltrúinn Líf Ósar Skarstad var. Sjá. Leik. Þetta virkar talan aldrei almennilega þegar, svona. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúanum Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir þetta. Það hefur ekki verið venja hingað til að það komi fram konkrét punktar eða sparnaðaráð í bókunum, en þetta er bara góð nýlunda. Hún lýst bara að vilja þetta. Þetta er bara góð bókun hjá Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni, meirihlutanum, en líkt og bæjarfulltrúinn fór yfir að þá eru þetta að langmestu leyti aðgerðir sem eru í gangi. Ég held að kannski liður númer 1 fara vandlega greiðslur vegna yfirvinnu starfsmanna. Það er vinna sem ég veit að er í gangi inn á fjármálasviðinu. Dregið verður kostnað vegna afgifta þjónustu. Þetta hefur við ekki sett niður og bara góður punktur. Reiknilíkun leikskólana, það er vinna sem er í gangi líkt og bæjarfulltrúinn fór yfir inn á skóla- og frístundasviði. Punktur númer 4, endurráðning í stjórnsýslu og þeirri þjónustu liggur ekki liggja reiknilíkun á bakvið. Þetta er vegferð sem er í gangi eins og bæjarfulltrúinn fór yfir og hvílir á bæjarráði. LED-væðingin, ég held að
formaður umhverfis skipulagsráðs eigi að búa yfir þessum upplýsingum. Það var allavega þannig á síðasta kjörtímabili að þá fengum við bæjarfulltrúar og alltaf yfirferði yfir það hvað væri í raun og veru búið að skipta út í götulýsingu og í stofnunum og hvað væri eftir. Og mér minnir að á þessu ári hafi verið 30 milljónir í þessu verkefni og ég veit að það búið að vera mjög mikið í gangi, var mjög mikið í gangi síðasta sumar og haust og núna í vetur í útskiptingu og við höfum eins verið í stofnunum, samanber til dæmis bara Jaðarsbakka, þegar við farið núna í framkvæmdir í Vesturgötu og þær framkvæmdir sem við erum í, þá þetta stór liður, það rafmagnsnotkun og leddvæðing. Mér líst mjög vel á punkt númer 6 með eignirnar. Við höfum áður tekið ákvörðun þessi bæjarstjórn hvaða eignir skuli reyna að selja og líkt og bæjarfulltrúinn kom inn á þá náttúrulega var farið ákveðna vegferð með Landsbankann sem gekk ekki að þessu sinni en að gera það kannski næst. Punktur númer 7, úttekt KPMG og helstu rekstrarþáttum velferðar og mannréttindasviðs. Ég er mjög spenntur fyrir þessari vinnu og ber mikla væntingar til hennar. Og einst líka punktur númer 8 að gerð verið rýning á samningum og leyfisgjöldum, vinna sem hafin á vegum bæjarráðs. Þannig að þetta bara góði punktar en eins og segi og eins og bæjarfulltrúinn fór yfir, flesta af þessu vinna sem í gangi. En ef ég á að pinpointa eitthvað svona bara í fljótu bragði tillögu, þá myndi ég segja að nærtækast væri að við myndum fara strax í vinnu við að greina hækkun og rekstrarkostnaði. 850 milljónir umfram heimildir. Án þess að það koma fram viðaukar eða þeir séu samþykktir. Ég held að þetta sé stóra verkefnið sem við eigum að fara í bara strax. Við jukum yfirdráttinn hjá okkur daginn, fórum með lánalínu upp í 1 milljarð úr 500 milljónum, þar sem við vorum búin að fullnýta hann. Við hefðum til dæmis að öllu líkindum ekki þurft að hækka hjá okkur yfirdráttinn og ganga á hann, hefðum við haft tök á þessu. Yfirdráttarvextir eru gríðarlega háir í dag. Og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli ef að við getum lækkað yfirdrátt og komið í veg fyrir að við þurfum þannig fjármögnun. Stærstu liðirnir held ég sem við þurfum að fara í, það eru bara svona liðir. Það er í raun og veru svona kostnaður, svona útgjöld sem einhvern veginn að leka í gegn og við höfum ekki einhvern veginn tök á. Það bara má ekki eiga sér stað og á ekki eiga sér stað. Það er lögð gríðarleg vinna hérna í fjárhagsáætlunargerð og legið yfir öllu og þá má ekki eiga sér stað að það fari hér í gegnum sjóði bæjarins 850 milljónir á þess að það raun og veru séu fyrir því heimildir. Ég held reyndar að við höfum líka að leggja vinnu í það að endurskoða bara hjá okkur hvernig við fjörum í fjárhagsáætlunargerðina. Mörg sveitarfélög eru til dæmis bara búin að fara í algjöra kúvendingu þar. Mörg sveitarfélög eru bara fjárhagsáætlun liggur fyrir að hausti. Hún er afgreidd í mánaðamótin október-nóvember fyrir umræða. Það liggur fyrir fjárhagsáætlun. Við erum svolítið að vinna þetta handahlaupum í desember, mikið af breytingum á milli umræðuna og þá bara eðlilega svolítið hverfur yfirsýnin. Staðan fyrir að hjá mörgum sveitarfélögum, ég fekk til dæmis kynningu daginn á breyttu verklagi á sveitarfélaginu Skagafirði. Þar liggja fyrir helstu tölur og stærðir frá öllum sviðum fyrir sumarfrí. Þannig að vinnan miklu markvissari og hvert ráð, hvert svið að vinna hlutina í raun og veru mun betur. Við erum svolítið eins og ég segi, við erum svolítið á hlaupum en þetta held ég stóru verkefnin okkar núna. Það svolítið að ná utan þetta. 850 milljónir hefðu gjörbreytt öllu í stöðunni í dag. Þannig að en ég bara fagna þessari áskorun og ég mun bara mæta á næsta fund með hér eru 8 punktar, ég lofa að koma í 9. Takk fyrir.
Þá hefur bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson lokið máli sínu og orðið enn laust reikningana. Já. Bæjarfulltrúinn Sædís Alexía Sigurmundsdóttir fær orðið, gjör svo vel. Ég held að færa nú meira fyrir mér en þetta, sást mig alveg strax, virðulegi forseti. En forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar nú bara að koma hérna upp, heldur svo sem ekki kannski að fara og þylja upp það sem hefur hérna verið sagt, sem eru bara mjög fínar umræður og kannski hrósa meirihlutunum að við vorum kannski svolítið neikvæð í okkar bókun, segi það nú bara hér, en við erum alltaf tilbúin samt í samtalið, þannig að það er alls svona svart og hvítt og munur á bókunum hjá hérna minnihlutunum og meirihlutunum. En ég held að þetta sé jákvæð framför þegar við sjáum hérna tillögurnar sem að liggja hérna fyrir frá meirihlutunum og vitum að það er margt í gangi sem vissulega byrjað og margt sem að við náttúrulega getum vissulega komið inn í og tekið meiri þátt í. Og þá kannski kemur svolítið svona að þeim parti sem að mér langar svolítið að nefna hérna og það snýr kannski svona að svona upplýsingagjöf til okkar bæjarfulltrúara. Af því að ég held ég sé ekki að segja þetta í fyrsta sinn hérna uppi og í þennan hóp er að í ráðinu sem ég sit í tökum við örsjaldan fyrir fjárhagslega stöðu innan sviðsins sem að ég er í ráðinu sem það tilheyrir. Og þetta er kannski svona kerfisleg svona nálgun hjá okkur, hvernig við viljum tryggja það að allir bæjarfulltrúar séu með réttar upplýsingar, rétt gögn og réttar stöðu til þess að geta brugðist rétt við. Bæjarráð hefur vissulega þetta fjárhagslega umboð, fjárhagslega ábyrgðina og er að fara yfir heildar niðurstöðu rekstrarins hverju sinni með mánaðarlegum uppgjörum og árslitu uppgjörum og svo framvegis sem að við höfum vissulega aðgengi að þeim upplýsingum og er virt samtal innan míns minnihluta það. En ég held samt að svona á grundvelli þess er líka alveg jákvætt að við sem heild tökum svolítið þetta upp svolítið yfirborð og ræðum málin. Ábending sem að bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal kom með að við hefum kannski mátt koma markvissara með einhverja tillögur og framfæri, alveg réttmæt ábending, en ég held samt að við höfum alveg stundum verið að varpa fram, eins og við tökum veikindapottstöðuna sem við erum vanalega farið fram úr áætlunum sem við höfum sett okkur, að fara ykkur mótvægisaðgerðir til þess að hvernig getum brugðist við þessu, fara greiningar á nústöðinni. Ég veit ekki hvort svo vinna sé hafin og það er kannski ekki endilega okkar að taka upp af því að þetta eru persónulegar upplýsingar sem við getum ekkert fara að fást við, sko. Þannig að ég held að veikindapotturinn er eitt dæmi sem við höfum rætt hérna. Við höfum rætt sameiginleg innkaup, oft á tíðum hérna, sem að við erum vissulega þannig að stíga ykkur að veg fyrir með að greina innkaupin hjá okkur núna. En þarna eru líka alveg dæmi sem við höfum verið að benda ítrekka á. En hvort þetta þurfa að koma fram í einhver svona punktaformi er eitthvað sem við getum algjörlega tekið til okkar og komið með markvisst hérna kannski á næsta bæjarstjórnarfund. En ég held samt að það væri rosalega gott aðeins fyrir okkur sem heildsinni að svona skýra, kannski er þetta mjög skýrt og við erum ekki alveg að framfylgja verklæðina, að fá markvissar upplýsingar inn í fagráðin stöðu rekstrarsjóðs og líka bara okkur sem heild á hver staðan er. Ég skal alveg viðurkenna það að mér brá svolítið þegar við vorum að fara hérna yfir ársreikningin að sjá 30% aukningu í öðrum rekstrarkostnaði. Það er gríðarlega mikla fjárhæðir þarna undir. Og sumt eins og ræddum hefur vissulega góðar og gildar skýringar en aftur á móti er ég alveg fullviss það að helmingurinn af þessu hefur mögulega eitthvað geta verið sem við myndum vilja sjá hérna í rekstrarafganginum. Þannig að ég held að þarna liggi eitthvað gult tækifæri fyrir okkur að rýna í. Af því við setjum okkur áætlun og það er svolítið skrýta við fyrir næsti, rúma 900 milljónir fram yfir annan rekstrarkostnað hjá okkur frá áætlunni. Og þar af 850 sem eru ekki með þar til gerðum viðaukum. Þetta lítur að skapa líka ekki alveg fullnægjandi yfirsýn fyrir okkur sem hóp til þess að geta brugðist rétt við. En ég held að ákallið sé líka að við þurfum kannski aðeins að skerpa á hvernig við erum að fá svo góð yfirsýn til þess að geta brugðist við á réttum tíma og strax. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúinn Sædís Alexía Sigurmundsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Það er bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson sem fær orðið.
Forseti, og getur bæjarfulltrúar að þessum okkur hlýða. Mér langar bara aðeins að koma inn upp og taka þátt í þessum umræðum og þakka fyrir þær. Þetta eru mjög uppbyggilegar og góðar umræður og mér sýnist við öll að stefna á sama staðinn. Ég brá svolítið að sjá bókun Framsóknar á frjálsa en svona eftir að heyri þeim tala úr púlti þá líst mér betur á þetta. Það alveg margt í þessum ásetningi sem við þurfum að líta vel á. Ég meina hlutir eins og það sem kom mér verulega en eru bara stað okkar í útsvarstekjum með önnur sveitarfélög að við erum láglauna svæði. Ég einhvern veginn hafði þá tilfinningu að við vorum það vissulega einu sinni en síðan kemur þetta í ljós núna og þetta eru greinilega áhrif bæði frá því að það engin loðnuverð til og hvalveiðar ekki síðasta sumar sko. Við sjáum bara þetta kikka inn. Þannig mig vantar líka stundum bara kannski aukna líffræði breytur yfir samsetningu íbúa og tekjur og þú veist að því ég hefði giskað frekar á það með við það allan þann fjölda sem vinnur úti á Grundartanga og keyrir í sérfræðistöð við Reykjavík að við værum ekki láglaunasvæði. Ég kannski gerði ekki ráð fyrir að við værum hálaunasvæði en ekki það að við værum þetta lágt á listanum yfir sveitarfélögin. Þannig að það alveg rannsóknarefni finnst mér að setja smá púður í það að kanna bara svona samsetninguna á íbúum okkar og hvað tekjubili flestir eru. Það hafa verulega áhrif á okkur að eldri borgurum að fjölga umfram aðra svona hlutfallslega. Að við nú vitum við það að þeim hefur fjölgað talsvert sem bara gott og blessa og verið velkomin. Svo annað mál sem náttúrulega stór kostnaðarliður fyrir bæinn. Það eru úrræði í sérúrræði í búsetu fyrir hóp sem það þarf. Við sjáum hugsanlega fyrir einhverjar lausnir með yfirtöku ríkisins á þeim úrræðum og eða kostnaði við með við þann samning sem var gerður núna í vetur við ríkið. Þannig að þar eru einhverju peningar sem munu fara út. Það ágætt að fá það reiknað á hverju við eigum von á það með við þann útlaga kostnað sem við erum vegna þess að hann hleypur á 100 milljóna. Og svo er það sömu pælingar varðandi kostnað út af fullorðnu fólki sem í sömu stöðu. Getum við gert eitthvað þar, leyst það öðruvísi. Þannig að það eru mörg tækifæri sem við þurfum að skoða og það ýmislegt í pípunum meira og mér líst vel á það að við förum í þetta saman. Þannig að ég bara ánægður með þann hljóm sem hér í bæjarfulltrúum beggja vegna borðsins og líst vel á þetta. Ég ætla bara líka að þakka starfsfólki fyrir þá vinnu sem hefur verið lögð í þennan afskrifning og þau gögn sem við höfum fengið með honum. Þannig að takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust og það bæjarfulltrúinn Líf Ósar Skarstad sem fær orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Kristinn Halls varðandi okkar bókun. Vissulega var þessi bókun skrifuð fyrir fundinn, þannig að hún var ekki samin hér bara hvers bam búm og það náttúrulega erfitt að koma upp og gagnrýna og það náttúrulega, já, eins og það og ég vona að við höfum komið því áleiðis bara hver okkar tilgangur og hvað við viljum gera. Ég svo hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Kristinn Halli varðandi hvað stóra
málið að það þetta varðandi útsvarið og tekjurnar. Hvernig stendur á því að við erum 7. neðsta sveitarfélag á landinu í tekjum? Þetta er bara alvarlega fréttir og það væri alveg skoðunarvert að skoða bara hvernig við höfum staðið þá áður þegar að til dæmis eins og þú segir, þegar loðnuvertíð var í gangi, þegar hvalurinn var í gangi, þegar við vorum með höfnina fulla af skipum. Þetta er stórt verkefni sem við þurfum bara að horfast í augu við, hvernig ætlum við að bregðast við þessu? Út af því að við vitum það svo sannarlega að þeir málaflokkar sem eru stórir hér, eins og velferðarmálin og skólamálin, að við erum greinilega með ungt fólk sem að flytja hingað, sem þarf þjónustu, bæði skóla og fatlað fólk og annað. Við vitum þá líka að það eldra fólk að flytja aftur heim á Skagann. Það fólk sem kemur til með að þurfa þjónustu. Þá þurfum við aðeins að hugsa, hvernig ætlum við að laða að okkur fyrirtæki og starfsmenn sem að vilja vera hér á Akranesi og skila okkur góð útsvari. Þannig að ég held að það sé kannski stóri punkturinn sem við þurfum aðeins að fara að spá í. Ekki bara alltaf að vera að karpa gjöld og tekjur og annað, þó það sé vissulega alltaf gaman að karpa það. En já, það var í rauninni bara það sem að ég vildi koma á framfæri. Takk. Takk fyrir. Það fulltrúi Lýðráðsins Skaftstað. Hér var tekin leiguskipting á meðan að bæjarfulltrúinn talaði. Varaforseta hér með þakka fyrir að hafa leyst mig af. Umræða enn opin og orðið laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, var orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við ræðum hér í seinni umræður ársreikning Akraneskaupstaðar. Ég því miður var forfallaður í fyrri umræðinni, þannig að ég hef ekki sagt mikið og tel mig því eiga mikið tíma inni til þess að fara hér með langa ræðu. Langar að byrja á því að byrja bæjarfulltrúa að hugleiða að ef við horfum í rauninni á þær áætlanir sem við gerðum fyrir árið, að þrátt fyrir þessar sveiflur og annað á útgjöldum sem að voru umfram áætlanir, þá heildar niðurstaða ársreikningana í sjálfu sér ekki langt frá því sem að við áætluðum. Við erum að velta einhverjum 12-13 milljörðum og skekkjan hjá okkur í áætlun hljóðar upp á einhverju 115-20 milljónir, svona fljótt á litið ef ég horfi á tölurnar sem ég hef hér fyrir framan mig og þið eigi líka að hafa. Og þetta gerist alveg eins og bæjarfulltrúinn og forsetinn okkar Valgarður Líndal Jónsson kom hér inn á að síðasta ári og árin þar á undan hafa í rauninni ekkert verið neitt eðlilegt fyrir svona rekstur eins og okkar. Við skulum muna það að þegar við tókum þær ákvarðanir sem að við hafa orðið þess valdandi að við erum í ákveðnum framkvæmdum, voru teknar þegar umhverfið og staða kaupstaðarins var allt önnur og við höfum tekið alveg meðvitaðar ákvarðanir það að við ætluðum ekki að slá af þrátt fyrir það fyrir en í rauninni á þessu ári. Þannig að ég tel svona heilt yfir að við séum, við höfum allavega verið verr stödd og minni þá á árin eftir hrun
að þá var í rauninni svartnætti framundan, en það er í rauninni ekki okkur í dag. En mig langar svona allavega í þessari skrifuðu ræðu sem ég var með að því ég var ekki hér síðast, þá langar mig aðeins að koma inn á reikninga hjúkrunarheimilisins Höfða. Því miður að þá skiluðu við tapi þar, kannski ekki í fyrsta skiptið, kannski ekki í síðasta skiptið, en svona til þess að skýra út að þá eru tekjur sem okkur eru skaffaðar mjög rammaðar inn og fastar og þegar að skilyrði eru þannig eins og hefur verið og var hjá okkur á síðasta ári að það vantaði starfsfólk, það vantaði sérstaklega hjúkrunarfræðinga sem að verður þess valdandi að það er mikil yfirvinna og yfirleitt þannig að þeir sem bera ábyrgðina þeir sátu uppi með það að fá ekki fólk á vaktir og þá var eini kosturinn að yfirmenn og stjórnendur tóku vaktirnar, en það eru náttúrulega okkar dýrasta fólk, þannig að það bætti ekki úr skák. En ef við horfum á loka niðurstöðuna versus hvað yfirvinnan keyrir fram úr, þá er það nánast sama talan. Þannig að öðru leyti ætla ég ekki að fara mikið meira í rekstur Höfða. Við verðum með aðalfund núna í byrjun júní og ég reikna með að allir bæjarfulltrúar hafi fengið boð að koma á þann fund og þá förum við yfir reikningana með endurskoðandanum og getum spurt hans spjörunum úr. En kannski aðeins fréttir af áformum stækkun og viðtöl við ráðamenn, að þá stendur fyrir dyrum að hafa fund núna í næstu viku með starfsmanni í ráðuneytinu og ég hef lagt það til að ég og framkvæmdastjóri, ég sem stjórnarformaður og Elsa Lára sem er formaður starfshópsins okkar og sveitarstjórarnir okkar komi á þennan fyrsta fund til þess að opna þá umræðu sem að gott ef ég hafði ekki formann framkvæmdanefndar líka inn á þessum lista. En við sjáum til, þið fáið fréttir af því og vonandi fyrir eitthvað að gerast. Það var bæjarstjórinn okkar, hann tjáði mér áðan og hann sendi okkur allavega nokkrum lög sem eru fyrir þinginu núna sem hafa farið fram og held ég öllum. Og ég var sem sagt óskað eftir svörum hjá sambandinu mál hjúkrunarheimilina og þegar að ég fæ það svar þá er búið að leggja þetta frumvarp fyrir í þinginu og komið til nefndar og svo verið sem að starfsfólk sveitarfélag, samtaka sveitarfélag hafa ekki átt að segja á því að það var allavega mér ekki bent á það þar, en ég býð spenntur eftir því að geta lesið það á morgun því að ég var svona með hausinn í reikningunum í dag og gær og helginni. Og hér hefur oft verið
talað að við komum svona og hins veginn út ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög. Af hverju erum við ekki að skila meiri afgangi eins og sum sveitarfélög sem við þó viljum bera okkur saman við eða spegla okkur við svona til þess að sjá hvað við getum gert betur og af hverju þetta og hitt. Ég fór að velta þessu fyrir mér og kíkja eins og reikninga á sveitarfélögum og ég eiginlega komst að þeirri niðurstöðu að það væri rosalega erfitt fyrir eitt sveitarfélag að bera sig saman við annað. Hvernig hagar til dæmis fjárfestingum í þeim sveitarfélögum sem við erum að bera saman, hvernig með útsvarstekjur, hvernig umfang til dæmis velferðarmála, hvernig þjónustu stigið og hver til dæmis þjónustu þegana, hver aldurssamsetning sveitarfélagana, hún sambærileg. Akranes mjög sérstakt því það ekkert sveitarfélag sem með íbúatölu í samræmi við okkar og svo getum við farið dýpri í það íbúar á vinnualdri, ellilífeyrisþegar, fjöldi barna og svo framvegis. Og hvaða möguleika í rauninni hafa sveitarfélög að auka tekjur sínar umfram þessa venjulegu skattstofna. Okkur oft tíðrætt til dæmis lífeyrisskuldbindingar. Þannig að mín niðurstaða að það ágætt að skoða reikninga annarra en ég held við getum aldrei sagt að okkar niðurstaða eigi að vera svo sama og ykkur öðru sveitarfélagi. Ég kemst að þessari niðurstöðu með því að bera og kíkja á reikninga hjá öðrum. Ég fann ekkert sveitarfélag sem hefur á jafnfáum árum og við fjárfest fyrir í rauninni veltu ársins. Ég gat ekki fundið það út úr sveitarfélögum sem ég skoðaði. En eins og ég sagði, við eigum og eigum að skoða og spegla okkur við önnur sveitarfélög og skoða hvað þau eru að gera. En við megum ekki taka það alvarlega að ef að Mosfellsbær með einhverja 400-500 milljónir eða 600 eða hvað sem það umfram okkur að það sé eitthvað óeðlilegt eða við með mikið meir en þeir. Í mörg ár höfum við sagt og það nokkuð til í því að afkoma okkar fyrir fjármagnstekjur sé ekki viðunandi. Við höfum mörg ár og nánast frá upphafi þegar ég settist hérna inn alltaf verið að rýna reksturinn. Það hefur verið gripið til ýmissa aðgerða allan tíman og að sjálfsögðu eigum við alltaf að vera að skoða reksturinn hjá okkur, hvað við getum gert betur og megum aldrei í rauninni slá að þeirri kröfu að það sé í stöðugri rýni. Og ég held að
þessi vinna, eins og forseti voru komið inn á í sinni upphafsræðu eða inngangi hér í dag, að við vorum svo vel undirbúin undir það að okkar áætlanir sem við lögðum fyrir 5, 6 og 7 árum og erum enn að vinna í dag, teknar í því umhverfi sem var þá, að þó að umhverfið í kringum okkur í viðskiptum, vexti, vinnu og allt þetta hefur sem sagt ekki farið eins og við vildum, þá höldum við alveg sjó. Það skulum við alveg horfa á. Við höfum, eins og hefur verið komið hér inn á, verið í stappi við ríkið réttláta kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga og ríkisins, og það er alveg klárt að í gegnum tíðina hefur ríkið fært til okkar verkefni. Við höfum talið að það hafi ekki fylgt þeim réttlát tekjuskipting. Ríki hefur svo sett lög sem að hafa svo aftar afleiðingar að þau verkefni sem við erum með mun hafa kostað okkur þá enn meir án þess að tekjur hafa komið á móti. Og ég ætla að minna á að Samtök sveitarfélaga gerðu nýverið samning þjónustu við börn með fjölþættan vanda og uppbyggingu og rekstur hjúkrunarheimila. Ég tel að þarna hafi ríkið í rauninni viðurkennt það sem við höfum alltaf haldið fram, að það er þeirra að borga fyrir þessa þjónustu, eða að minnstakosti það hafði ekki verið fluttir tekjustofnar til sveitarfélaganna til þess að standa undir þeim kostnaði. Þannig að frá næstu áramótum mun ríkið að öllu leyti, þó við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig það verður og hvaða einstaklingar fara í þá þjónustu sem ríkið mun sinna. En það sem verra er, og ég spurði þegar þessir samningar voru að loka sprettinum, hvað gerist þegar að barn verður 18 ára? Verður það áfram í þjónustu ríkisins eða mun það bara flytja þangað sem að það vill, því að öllum er frjálst að flytja í það sveitarfélag sem þeir vilja. Það voru engin svör, það var að klára þennan samning í flýti til þess að fólk gæti fengið myndir af sér, komist í fréttir og eftirstóðu við í rauninni eins og svolítið spurningamerki og þá sérstaklega með þennan lið uppbyggingu og rekstur hjúkrunarheimila. En ég ætla nú ekki að fara dýpra í það en ég gerði hér rétt áðan. Það hefur verið komið inn á það bæjarfulltrúar og bent á það augljósa að ýmis aðkeyptur kostnaður. Þetta er liður sem að fer töluvert umfram áætlun og aðrir liðir eru mannvirkjagerð og viðhald og vörukaup. Þetta voru svona stærstu liðinni sem að maður horfði á. Ef maður les reikningin þá er alveg augljóst að þessi liðir eru að fara langt fram úr því sem við áætluðum. Maður spyr sig, vorum við áætla allt og lágt? Það er alveg
það gæti alveg verið að við höfum gert það þegar við erum að gera fjárhagsáætlanir að þá höfum verið svona ákveðin freistnivandi að kannski að vera ekki að hækka mikið og til þess að láta hlutina ganga upp og annað en ég held að sé engin sekar í því heldur en hver annar. Við höfum gert þetta í gegnum árin frá því ég byrjaði. Eða eru við með liði sem að koma inn en okkur hafa ekki borist í rauninni þá viðaukar við þau útgjöld sem að sannarlega á að koma inn í kerfið því að hvernig eigum við sem erum í pólitík og erum við stjórn eins og við bæjarfélagið og erum reglulega skömmuð fyrir akkurat þetta þegar koma svona þá liggjum við vel við höggi og erum skömmuð en þetta eitthvað sem að við sannarlega getum rýnt vel og eigum að gera þannig að við séum alveg meðvituð það að þegar það ákveðið að fara í fjárútlátin að þá vitum við af því að annaðhvort eigum við fyrir því eða við eigum ekki fyrir því. Ef að hluturinn getur beðið og við eigum ekki fyrir honum, þá býður hann. Mér finnst í rauninni að þetta sé ákveðin liður sem við ættum að geta haft meiri stjórn á og vonandi með samstöðu okkar hér og starfsmanna getum við rýnt þetta. Hvað það sem að gerast? Erum við að áætla og lágt? Eru starfsmenn okkar að bara kaupa eitthvað inn án þess að hafa heimildir eða festa bara fyrir? Þetta hluti af einhverjum ákvörðunum sem við höfum tekið sem valda því að það þarf að kaupa eitthvað sem ekki var áætlað fyrir? Þar má nefna ýmislegt í sambandi við þar ákvarðanir sem við höfum tekið að við fórum í viðhald á skólunum og þegar verið að gera upp gamalt húsnæði þá getur ýmislegt komið upp á sem ekki var séð fyrir og þar að leiðandi aukast útgjöldin á þann lið en við verðum í rauninni eins og ég segi til þess að hafa einhverja stjórn á og bara vera meðvituð það að þetta að gerast, ekki fá það framan í okkur í maí árið eftir. Forseti kom vel inn á það í sinni ræðu að við í meirihlutanum hefum sett niður á blað. Það má segja að við erum búin að tala margar aðgerðir á annað ár og kannski erum við ekki nógu skýr í pólitíkinni þannig að okkar starfsfólk í lausu lofti með það hvað það sem við viljum. Þannig að það var alveg tímabært held ég að við settum á blað ákveðnar svona vegferðir sem við viljum skoða til þess að rýna og sjá hvað við fáum út úr því. Það var líka komið inn á það og hefur verið nefnt hér að við erum og höfum verið í vegferða sem varðar úttekt á rekstri velferðarsviðs þá með sérstakan fókus á íbúðakjarnana hjá okkur. Maður heyrir oft og ég hreinlega var
búin að tala með trúum það líka að við séum með allt og dýr úrræði fyrir okkar einstaklinga í þessum íbúðakjörnum. Við séum að ofþjónustað á þetta sé svo dýrt og er ekki hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Jú, þetta er alltaf margar hliðar á hverjum hlut, en það er gleðilegu í rauninni tíðindi sem að róuðu mig og kom mér þá á óvart með þá umræðu sem að hefur mér þess að vera innan okkar að íbúðakjarninni sé bara dýrt og þetta gleypi peninga að fyrstu tölur úr þeirri skýrslu og því verkefni sem eru í gangi gefa bara allt annað til kynna. Fyrstu tölur segja okkur að rekstrarlega séð eru allir, ef við horfum á alla kjarnana, þá eru þeir nánast á pari við það sem þeir eiga að vera. Að sjálfsögðu er kannski hægt að segja einn þátturinn, einn kjarnin kannski sé yfir meðalagi. Hann sé á dýr, hvað getum við gert? En þá erum við með annan kjarna sem er kannski undir meðaltalinu. Þannig að í heildina séð, við erum alltaf með meðaltöl og ber okkur saman. Ég hafi nú orðað því að það eru rosalega erfitt hvað varðar þessa kjarna að bera saman kjarna hér og kjarna einhvers staðar annars staðar. Menn vilja meina að þeir séu eins, en ég er alveg sannfærður það, alveg eins og ég þuldi upp með sveitarfélögin. Það er engin eins. Það er bara mismunandi þjónusta á hverjum kjarna sem við þurfum að uppfylla. Þeir eru misþungir og við þurfum bara að huga því, eins og kemur fram í skýrslunni eða drögunum, að við förum og tökum þessa kjarnajafnvel og rekum þá sem eina heild. Starfsfólki verði bara í vinnu hjá því apparati eða stofnun eða hvað sem við viljum kalla þessi rekur alla íbúðakjarnana, þannig að við getum hrókerað eins og mér heyrist að það sem eru þyngstu kjarnarnir að þar sé veltan á starfsfólkinu mest, en til þess að missa kannski ekki starfsfólki algjörlega út úr okkar höndum í þessum sem að þá er fólk yfirleitt sem hefur öðlast reynslu að það geti þá farið til vinnu á öðrum kjörnum og þannig endurhlaði batterín. En þetta kom skemmtilega óvart og það kom fram og hefur komið oft fram að við vitum hvaða póstar það eru sem eru okkur dýrir í velferðarþjónustunni. Og það er bara ákveðið verkefni sem við þurfum að vinna. Þar eru einstaklingar sem að þurfa hjálp til þess að lifa í okkar samfélagi. Við erum búin sem samfélag ákveða að allir eigi að fá að búa það sem þeir vilja og fá þá þjónustu sem að þeir þurfa til þess að fúnkera í okkar samfélagi og við verðum þá bara að finna leiðir. En enn og aftur þá minni ég á það að ríkið hefur ekki staðið við sitt í þessu málaflokki og ég held að það hafi verið hallinn, að ljótt að segja þetta. Og við hefum sagt þetta hérna oft og verið skömmin fyrir hvernig við einhvern veginn látum eins og okkar einstaklingar sem að minna með sín sé okkur einhver byrði og við séum vonduð þau og þau kosta okkur of mikið en
Sannleikurinn er bara sá að með þessum þætti þjónustu við borgarana hefur ríkið ekki staðið sig og síðasta ári var þessi halli hjá okkur minnum við 420-30 milljónir á málaflokknum öllum. Við höldum vel utanum þetta og höfum gert alveg frá upphafi að meðaltali þessi 14 ár krónulega séð, það er náttúrulega krónuna fyrir 14 árum voru aðrar að verðgildi heldur en núna, að þá erum við að borga með þessum málaflokki 145 milljónir sem að stóri peningar þegar að safna saman. Þetta eru orðnir 2 milljarðar sem að við í rauninni borgum með málaflokki sem að ríkið kom yfir á okkur. Þetta er eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir að verði lagað. Já, ég búinn að ræða hér aðeins staða við höfum síðustu ár verið í miklum uppbyggingum á innviðum pluss þessi aukaverkefni sem við höfum fengið sem að hafa verið bara töluvert stór. Við höfum, og það hefur aldrei verið neinn ágreiningur og það ber að þakka það að við höfum verið alveg samhent það, að þetta er eitthvað sem við ætlum að fara í. Við bjóðum ekki börnunum okkar upp á það að vera í heilsuspillandi húsnæði eins og Vesturgatan íþróttahúsi var orðið og tókum það bara á okkur að gera það upp. Og þetta er allt gert þrátt fyrir að raunni á þeim tímapunkti. Vorum við farin að sjá kannski merki það að umhverfið var orðið slæmt. Við vorum á tímabili að fjármagna framkvæmdirnar með skammtímalánum sem við svo breyttum í langtímalán og hér hefur komið fram í rauninni hvað við höfum í rauninni borgað sjálf í þessum framkvæmdum og í rauninni erum við að taka ótrúlega lítið að láni yfir þennan framkvæmdatíma. Þrátt fyrir það að okkar einn af okkar tekjustofnum, menn deila það hvort að það eigi að horfa á það ekki að lóðasala sé bara rekstratekjur. Ég hef alltaf verið þeirri skoðun að þetta er bara hluti af þeim tekjum sem við höfum möguleika á að ná í og við leggjum út peninga úr rekstrinum í það að ná þessum tekjum. En eins og ég sagði, það var í rauninni sameiginleg ákvörðun okkar allara að staldra við. Það voru ekki allir ánægðir með það að við myndum staldra við í nýframkvæmdum, færum ekki á stað með aðra framkvæmdir en þær sem við vorum þó í. Við höfum mjög metnaðarfullar hugmyndir það hvað við viljum, framkvæmdir sem við viljum fara í og ég er þess fullviss að það er ekkert langt þangað til að við förum að huga því að setja þær á stað því að við erum búin að fjárfesta, leggja út mikla peninga í það að byggja upp væntingar að fá tekjur af lóðasölum. Þó að lóðirnar hafa ekki selst í fyrra eða í ár, þá eru lóðirnar ennþá lausar og það kemur að því.
að einhver mun fara á stað og kaupa og ég alveg sannfærður það að því kemur að lóðasalan mun skila okkur þeim fjármunum sem við þurfum til þess að halda áfram að keyra á fullu gasi. Ég man þá tíð, enda gamall maður, að í nokkur ár, ég minntist á það áðan, að ástandi hefur verið verra, mikið verra. Í nokkur ár þá var í skógarhverfinu fullt af götum. Ég held að hafi verið eitt hús inn á Baugalundi þegar ég byrjaði. Stóð eins og bara húsi á sléttunni sem var í sjónvarpinu. Þeir muni ekki eftir því, þeir eru ekki svo gömul. En þá áttum við fullt af götum, en það var engar tekjur af lóðum, en það er alveg rétt að þá framkvæmdum við ekkert í mörg ár. Við erum búin að framkvæma það sem átti að framkvæma þá og okkar ég meina síðustu 2-3 kjörtímabilum. Samt erum við ekki í einhverjum neyðar sporum vil ég meina. Ég og ég held ég hafi sagt það hér áður, ég bjartsýnismaður, ég veit og trúi að framtíðin á Akranesi björt. Hér miklir möguleikar og mörg tækifæri. Við sem höfum verið hér, við höfum fjárfest skynsamlega. Hér gott að búa og hefur verið. Það verður bara betra og betra ef við vöndum okkur og hugum að því að byggja áfram upp þá innviði sem okkur vantar og við erum sammála sem næstu verkefni. Góður bær, góð tækifæri, gott fólk, góðir möguleikar, góðir innviðir munu alltaf laða að okkur fólk sem vill koma til okkar og búa með okkur. Ég hef oft sagt setningu, ég veit ekki hvort ég hef sagt hana hér í ræðustól áður, ég hef sagt hana kannski í minni hópum og ég hvet okkur hér og alla að við megum ekki á nokkurn hátt láta fortíðina og stundum hefur sagt líka fortíðarþrána flækjast fyrir framtíðinni. Það svo auðvelt að klúðra hlutunum. Ég vil meina til dæmis, eitt af því sem ég tel að við höfum ekki staðið vel að og ekki bara þessi bæjarstjórn, heldur fyrri bæjarstjórnir, það þetta svokallaða og blessaða Landsbankahús. Það alveg klárt að ef að það færi þetta hús, við tækjum bara þá ákvörðun að rífa húsið og selja reitinn. Ég bara þeirra skoðunar að það er erfitt ástand, ég veit það, og kannski ekki fyrsta verkefni hjá fólki eða verktökum að fara að kaupa svona, þó að ég skilja það ekki, þetta besti staðurinn í bænum. Ég held að vilja enginn vera maðurinn sem reif Landsbankahúsið. Það mun alltaf fá að heyra það. Þess vegna held ég að við sem bæjarstjórn eigum að taka þetta á okkur og rífa húsið og selja
reitin. Því að við sem sitjum við þetta borð, nú ég orðinn svolítið föðulegur af því ég svona gamall, búinn að vera lengi í þessu. Ekki það að ég sé að lýsa yfir því að ég sé að hætta. Við sem sitjum við þetta borð og þau sem á eftir okkur koma, við verðum að hafa skynsemi til að taka ákvarðanir með hagsmuni bæjarfélagsins okkar að leiðarljósi. Þannig að hér vilji fólk búa áfram og hingað vilji fólk koma og setjast hér að. Við megum ekki vera þröngsýn, verðum að vera óhrædd að taka ákvarðanir þrátt fyrir háar hróp einstakra hópa eða einstaklinga. Ekki það að fólk má ekki hafa skoðun, þetta ekki það. Því að þeir sem að ég hef kallað svona fólk með fortíðarþrá og vilji halda upp á allt þetta gamla, ef við gerum það þá kemur ekkert nýtt, að þessir einstaklingar, og það kannski ekkert óeðlilegt og ég virði alveg við þá að þeir hafa skoðanir, en þeir hafa hátt og allir hinnir segi ekki neitt. Sem að tala við fólk bara svona mann á mann, þá allir einhvern veginn á því að auðvitað eigum við að gera breytingar. Við eigum að taka ákvarðanirnar, en við verðum að passa okkur áður en við förum í þessi verkefni sem ég tel að við höfum gert mjög vel, þó að við fáum alltaf orða á það hjá sérstaklega þeim einstaklingum sem er á öndveru meiri við okkur, að við höfum ekki tekið spjalli við þau, segja þau, en við verðum alltaf að gera það og við höfum gert það. Við verðum að kynna hvað við ætlum að gera og við erum svo að hlusta tilbaka á þá sem að vilja segja skoðanir sínar og reyna að fá sem flestar skoðanir til þess að við getum svo tekið þá ákvörðun sem að þá hagsmunum bæjarins fyrir bestu, ekki einhverjum einstaklingum. En mér fannst svona og finnst kannski þegar ég hef verið að hlusta, ég hlusta á síðasta bæjarstjórnarfund og ég hef hlusta á ykkur sem hér sitja. Mér finnst svolítið að við séum aðeins að tapa gleðinni sem við megum ekki missa gleðina. Þó að það gangi ekki alveg eins og við viljum, akkurat í dag, að þá eins og ég hef sagt, framtíðin björt. Við höfum komist í gegnum þessa skafla, þrátt fyrir allt sem á okkur hefur dunnið. Við erum ekki ég vil segja við erum ekki í nauðvörn, en við þurfum samt að vera vakandi. Og síðast en ekki síst, við verðum að vera svo klár til að fara á fulla siglingu þegar að umhverfið orðið þannig að við teljum það óhætt. Höldum áfram að gera betur, við í meirihlutanum erum þar og vonandi fáum við ykkur í minnihlutanum áfram með okkur í þá vegferð að gera Akranes betra þannig að við megum vaxa og dafna ókomin ár því að við höfum átt gott samstarf. Það alltaf gaman að taka staðins á og diskutera og við erum ekki alltaf sammála, það bara eðlilegt en ég tel að allavega þessi hópur sem hér kemst ágætlega í gegnum það að vera ekki alltaf sammála. Við höfum átt gott samstarf
Raggi hefur komið með mjög góð ráð þó hann setur ekki á blað og allavega hvatningar. Það er kannski að gera betur og ég starfaði með honum í bæjarráðinu og það var mjög gaman að vinna með Ragga og með honum í stjórn SSVAF og eins ykkur dömunum og þá gengur þetta bara vel. En ég ætla nú ekki að það er að byrja Eurovision er að fara að byrja, ég held að við missum af okkar einslagi. En að lokum þá ætla ég að þakka öllum sem eru í bæjarstjórn og þeim varamönnum sem hafa unnið að þessu, komið að því að starfa síðustu vikur og mánuði. Ég held við séum alveg á réttri leið með þetta. Takk og starfsmenn, við eigum góða starfsmenn og við eigum að nota þá þannig að þeir komi þeim upplýsingum sem að við viljum. Ég hef undanfarið lært það kannski að það er ekki nóg að manni sé sagt að þetta sé svona og svona. Heldur verður maður að fá söguna, tölurnar sem eru á bakvið til þess að reyna þá að skilja akkur þetta er svona. Og ég hef fengið mjög góð viðbrögð hjá okkar starfsmönnum og það ber að þakka. Ég ætla að vona að við höldum áfram okkar góða samstarfi. Við höfum 1 ár í viðbót og ég vona að við verðum, þegar við tökum fyrir reikningana fyrir 2025, verði bjartara yfir ykkur 8. Ég er alltaf bjartur. En takk kærlega fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Ég verð að minnast á það og minna okkar reynslumesta bæjarfulltrúa á að þegar við erum í ræðustól og ávarpum hvort annað, þá ávarpum við hvort annað með titlinum bæjarfulltrúi og fullu nafni. Annað sem að mér langar bara örstutt að koma að í ljósi umræðinnar í dag, það er það að viðaukar við fjárhagsáætlun eru til að endurspegla nýjar ákvarðanir áætlun ársins. Viðaukar mega aldrei vera til þess að elta raunstöðu í rauninni. Ef að farið er fram úr, þá er bara farið fram úr. Og þá þurfum við að sjálfsögðu, eins og komið hefur fram hér hjá fleiri en einum ræðumanni, að krefjast skýringa á frávikum. Það er það sem að við þurfum til dæmis að gera núna þegar að aðkeypt þjónusta fer fram úr, þegar að annar rekstrarkostnaður fer fram úr, þá krefjumst við að sjálfsögðu skýringa á því hvað þarna sé að vera. En við gerum aldrei viðauka við fjárhagsáætlun til þess að endurspegla útkomu ársins, eða eitthvað til að eiga fyrir útkomu ársins. Viðaukar er ekki til þess að eltast við, til þess að elta eða endurspegla raunstöðu. En orðið er laust að nýju í umræðum ársreikning 2024. Það fyrir að Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða, þetta var sannarlega tveggja funda ræða og fyrir hönd minnihlutans ætla ég að biðja stórvin minn og bæjarfulltrúar Einar Brandsson að taka ekkert mikið oftar frí. En þetta var bara mjög góð yfirferð og mér langar að koma inn á örfá punkta. Ég sannarlega ekki með punkta við öllu því sem hér fór fram. Bæjarfulltrúar Einar Brandsson talaði samanburð við önnur sveitarfélög og það geti verið flókið og ég alveg sammála því. Það ekkert sveitarfélag eins frekar en við mannfólkið eða persónu, við erum öll misjöfn. Það hins vegar mjög mikilvægt að við speglum okkur í öðrum sveitarfélögum. Hvað eru hins sveitarfélögin að gera? Hvað eru þau að gera? Hvað getum við lært af þeim? Hvað getum við gert betur? Og hvað eru við að gera betur? Og þó að ekkert sveitarfélag sé eins, þá eru kannski ákveðnir þættir sem eru svipaðir. Og bæjarfulltrúar Einar Brandsson nefndi Mosfellsbæ. Og ég kom inn á Mosfellsbæ í fyrri umræður ársreikninga og mér finnst svolítið gott að spegla okkur þar. Bæjarfulltrúar kom inn á aldursafsetningu. Staðreyndin sú að meðalaldur á Akranesi lægri en hjá öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu á Mosfellsbæ undanskildum. Þjónustuþyngdin, hún getur verið misjöfn milli sveitarfélaga. Það er mikið af börnum í Mosfellsbæ og það er mikið af börnum á Akranesi. Velferðarpakkinn er stór á Akranesi og hann er stór í Mosfellsbæ. Bæjarfulltrúar kom inn á útsvar. Mosfellsbær er sannarlega hærri á þessari töflu sem hefur rætt hér en á móti kemur og þá höfum við notið arðgreiðslu. Þannig að ég held að Mosfellsbær er svo sem alveg ágætis samanburður en vissulega erum við aldrei eins og við getum ekki tekið allar kennitölur og speglaðar. Bæjarfulltrúar kom inn á Höfða og uppbyggingu þar. Og ég fagna því bara ef það er að komast eitthvað skrið á þetta, ef það er fundur fyrirhugaðar. Ég hef áður komið inn á þetta mál hérna og ég er eiginlega svolítið bara svona sama stað og þegar ég ræddi þetta síðast. Mér finnst vera bara, þarna er mikil óvissa. Mér skilst að Höfði sé á einhverjum lista með þeim heimilum sem á að fara í, en samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef að þá höfum við í raun og veru ekki meiri fyrirsjáanleika en það. Ég er allan þeim upplýsingum sem ég hef þá er staðan bara svolítið óbreytt frá því við ræddum þetta síðast. Hvaða skref eigum við að taka? Eigum við að halda fram að hanna heimili? Eigum við eða hvað eigum við að gera? Og þetta þurfum við að fá á hreint. Viljayfirlýsingin sem við skrifum undir og gert ráð fyrir að við tækjum heimili í notkun 2029 og hver mánuður sem líður er okkur bara gríðarlega erfiður. Bæjarfulltrúar kom líka inn á samningur ríkið hvað varðar börn með fjölþættan vanda. Ég fagna því að ríkið sé að taka hann einhver skref en ég er samt sem áður líka bara svolítið skeptiskur. Ég er bara smá hræddur við þennan samning eða hræddur við raun og veru það sem koma skal. Mér finnst þarna að vera bara, réttar að segja, ég hræðist óvissum. Mér finnst vera bara allt of mikil óvissa í þessu. Ef ég skil samningi rétt þá á ríkið að koma inn núna með greiðslur í júní og svo að fullu í janúar. Svo það sem gerist þegar er svona óvissa, þá fer alls konar upplýsingu óreiða af stað. Í einhverju minnisblaðinu kom fram að það væri gert ráð fyrir 30 börnum. Það fengi ykkur út frá einhverju reynslutölum í dag. Hvað verður þá barn númer 31? Hvaða þjónustu fær það barn? Og hvað verður það þá sveitarfélagi sem ber að þjónustu það barn? Eða hvernig þjónustu fær það barn? Ég hræddur líka við að þegar kemur að það sem við sveitarfélögin hefur skilgreint sem þriðjastigs. Þegar kemur að ríkinu, að þarna verði bara ákveðin stífni sem verði til þess að við erum í raun og veru bara að fara að veita lakari þjónustu. En vonandi hef ég bara rangt fyrir mér og
Þetta rennur bara ljúft í gegn. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði líka að við héldum sjó þegar horft væri til ársreikningsins. Og við hefðum verið í verri málum, til dæmis eftir hrun, og það vissulega rétt. En þá held ég sér gott að skoða til hvaða aðgerða bæjarfulltrúar á þeim tíma gripu. Ég veit að á þeim tíma var veltu öllum steinum, þá var farið í aðgerðir eins og að aðgerðir sem við getum hlegið að það var skrúaður úr perur í grunnskólum og annað, vegna þess að staðan var bara grafalvarleg. Það var ekki til króna, lóðum var skilað inn og líkt og bæjarfulltrúar kom inn á hérna áðan að þá stóð lengi vel bara eitt hús í Baugalundi. Það var farið í heila götu og eins upp í Skógahverfi, framkvæmdir sem við minnum að á þeim tíma hafi kostað á milli 500 og 600 milljónir, en engar tekjur inn. En ég held að sé hollt að við skoðum aðeins til hvað aðgerða bæjarfulltrúar og stjórnsýslan greip á þeim tíma og sjáum hvort þar sé ekki eitthvað sem við getum nýtt okkur í dag, í þeirri stöðu sem við erum í dag. Vegna þess að eins og ég hef komið inn á áður, að þá erum við, við höldum vissulega sjó, en ég er samt hræddur. Ég er bjartsýnismaður eins og Einar. Við erum kannski bara hálfgerðir einfeldningar. Ég held alltaf að það verði bjart bara á morgun. Ég hef alltaf trúað því að morgundagurinn verði miklu betri en dagurinn í dag. En við sjáum samt bara allt þetta kjörtímabil, þá höfum við í raun og veru alltaf haft trú á því að strax næsta haust, næsta vor, áramótin, að þá lækki verðbólga. Eftirspurn eftir lóðum vaxi á ný og land byrja að rísa. Land var vissulega og hefur verið að rísa, en svo komu neikvæðar verðbólgutölur núna síðast. Vonum bara að það hefur verið tímabundið skot og gangið tilbaka, en við erum á mjög miklum óvissutímum og ég held að við verðum svolítið að taka mið af því. Bæjarfulltrúar talaði að halda í gleðina. Það er þarna vissulega rétt hérna. Það er mjög mikilvægt að halda í gleðina. Og hann var meir hérna í restina og þakkaði öllum fyrir. Ég ætla bara að gera það sama. Ég þakka bara allir í bæjarstjórn fyrir vinnuna. Við höfum verið að vinna vel saman. Við þurfum bara að gera meira. Við þurfum að samstilla okkur meira og við þurfum að fara í meiri dýpt og við þurfum bara svolítið að við þurfum að velta við öllum steinum. Bæjarfulltrúinn þakkaði mér sérstaklega fyrir og svo öllum hinum dömunum. Ég ætla líka að þakka bæjarfulltrúi Valgarði Lyngdal Jónsssyni og bæjarfulltrúi Guðmundi Ingþóri og bæjarfulltrúi Kristni Halli fyrir vinnuna og að sjálfsögðu dömunum, líkt og vinur minn Einsi. og hef þetta ekki lengra að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Umræða hefur verið tæmd og þá gengum við til afgreiðslu á þessum þremur fundarliðum. Og þá er það í fyrsta lagi liður númer 1, ásetningur Akraneskaupstaðar 2024 A-hluti og ég minni á það að samþykki ásetnings fylgir skuldbindingum að staðfesta reikninginn með áritun að loknum fundi. Þá bið ég þá sem að samþykkja ársreikninga Akraneskaupstaðar A-hluta vegna ársins 2024 að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæði. Annar fundarliður, málsnúmer 25.02.247, ársreikningur Akraneskaupstaðar B-hluti. Þeir sem samþykkja ásetninga B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2024 gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum og þriðji fundarliður 25.02.246 ásetningur samstæða. Þá bið ég þá sem að samþykkja samstæðu ásetning Akraneskaupstaðar og ábyrgðar og skuldbindinga yfirleitt vegna ársins 2024 að gjöra svo vel að gefa merki.
Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 25-01-003 fyrir fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs árið 2025 og lagðar eru fram fundargerðir númer 244 frá fundi sem framfór þann 22. apríl. Orðið er laust þessar 2 fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þar með hafa fundargerðirnar verið lagðar fram. 5. fundarliður, málsnúmer 25-01-004, fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2025. Hér er lögð fram 262. fundargerð ráðsins frá fundi sem framfór þann 8. maí síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það óskar enginn eftir að ræða hana, þar með telst hún framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 25-01-005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2025, lögðu fram 325. fundargerð ráðsins frá 5. maí síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Fundargerðin hefur þar með verið lögð fram. 7. fundarliður, málsnúmer 25-01-024, fundargerðir frá Faxaflóahöfnum árinu 2025. Hér koma hvorki meira en minna en 5 fundargerðir. Númer 251 frá 24. janúar síðastliðnum, 252 frá 28. febrúar, 253 frá 5. mars, 254 frá 25. mars og 255 frá 31. mars síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerðir Faxaflóahafna. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Það væri svo sem að bera í bankafullan lækinn að fara enn einu sinni að ræða mikilvægi þess að við fáum fundargerðir til umfjöllunar á svona skikkanlegum tíma eftir að fundirnir hafa farið fram. 8. fundarliður, málsnúmer 25-01-029, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og hér er lögð fram 977. fundargerð stjórnar sambandsins og fundi sem framfór þann 11. apríl og fundargerð númer 978 frá 30. apríl síðastliðinn. Orðið er laust þessar 2 fundargerðir. Það óskar enginn eftir að ræða þær. Og 9. fundarliður, málsnúmer 25-01-027, fundargerðir frá SSVAF árinu 2025 og lagðar eru fram fundargerðir frá fundi númer 187 í stjórn SSVAF sem framfór þann 12. mars og fundi stjórnar SSVAF númer 188 sem framfór 30. apríl. Orðið er laust þessar 2 fundargerðir. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar, aðrir sem á hlýða. Ég vildi bara koma hérna upp og biðjast afsökunar á því hversu seint fundargerð númer 187 berst hingað inn. Ég og félagi minn í stjórninni, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, við gengum hart á eftir því að fundargerð fundar númer 188 bærist inn fyrir næsta bæjarstjórnarfund og hann sögðu náttúrulega frá því að forseti hér legði gríðarlega mikið kapp á það að fundargerðir bærist hratt og vel. En ef það er einhverjar spurningar efni þessara funda þá bara endilega við Einar erum meirinn til að ræða þetta. Það hefur verið kannski víst að ég er svona komin upp og þá langar mér að koma inn aðeins inn á fund nummer 188. Það er vegamál. Það hefur verið mikil vinna á vettvangi SSVAF vegamál og mér langar bara að nýta tækifæri hér og hrósa starfsmönnum
fyrir það velji sem er að sýnt í þessu máli, fyllt þessu vel eftir með fundum með ráðherrum og þingmönnum og öðrum. En annars kannski ekkert meira svona sem ég langar að fara yfir hérna núna. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem eftir að ræða fundargerðir þessi svar. Og ekki þar með að þessar tvær fundargerðir verið lagðar hér fram. Nú, fleira ekki á dagskrá þessa fundar og ég vil bara þakka bæjarfulltrúum fyrir mjög góðar umræður á þessu fundi og ég held að við getum öll hlakað til áframhaldandi vinnu sem að örugglega verður krefjandi en mikilvæg engu að síður. Og í svona góðum samhljómi, með góðan samhug verkefnin og markmiðin, þá hljóta okkur að vera allir vegið færir í þeim verkefnum sem eru fram. En fundið slítið.